Shit, það var reyndar ógeðslega fyndið. En reyndar eitt skipti, við vorum á rúndinum, vorum nýbúin að vinna og eitthvað svona. Og það var einhver að keyra fullur á Laugaveginum. Einhver? Já, ég ætla ekki að segja hver það allegedly. Nei, nú horfðu það sem var að því. Okay. Allavega. He's in this room. Nei, þetta var einhver annar. Allegedly. En 20 ár síðan. Já, ok. Allegedly. Það er búið að fyrnast það. Já, það er búið að fyrnast. Allegedly. Góðan daginn. Það var svo gaman að sjá ykkur. Sömuleiðis. Daði kominn og Davíð. Síðan Þröstur. Og Þröstur. Og Birgir. Nei, ég er í smá fílúti. Út í mig? Ég hringdi í þig og þú svaraði mér ekki. Já. Þannig daginn. Já. Og síðan hringdi Daði og þú bara, já, hæ. Já. Svaraði bara strax. Já, og veistu hvað ég gerði leið og ég var búin að tala við hann? Nei. Ég hringdi þig. Nei, Og þú skelltir á mig. Hætt að gaslýsa mig þarna. Þú ert að gaslýsa mig. Og Birgir að læra nýtt orð. Já, ég var yfirlega Jösleiðindi er í ykkur maður. Gaslýsa. Veistu hvað þetta þýðir, Birgir? Gaslýsa? Já, hvað þýðir gaslýsa? Prumpa framan í eitthvað. Prumpa fram, já. Nice. Segði Þórunni í kvöld bara. Menn er gaslýsa mig. TMI. Svona mexikansk gaslýsing. Hann lætur að kóka henni í rasporuna og lætur hann að prumpa. Þú fórst bara þanga. Jésús, wow, ok. Sterk byrjun þetta, góð byrjun. Stundum á ég að hugsa áður en ég tala. Það er nýtt level maður. Já. Amazing. That would be a first. That would be a first. Kannski klippi ég þetta út. Það er mínúta búin. Velkomin. Hvernig hafið það? Jú, bara fínt. Þokkalegt bara. Ég er bara komin enn að finna til að bjarga hlustendutölum. Það er bara ekkert mál. Ég er bara að ringi í mig og ég mæti. Ég er ykkur stakar. Það er ég segi skál. Skál. Búblur og bjór hérna. Já. Náttúrulega Davíð represent. Já. Þetta er alltaf raging alcoholic. Einhver þarf að gera þetta. Eins gott að gera það. Klukkan er 11 morguninn. Þetta er bara afrittari hjá þeim. Það er laugardagur. Þið eru að fara í skemmtun. Já, ég og Davíð, hún var ásatið. Hvert eru að fara? Það er rétt fyrir utan Borgarnes. Fyrir utan Borgarnes. 5 stjörnu hótel. Saman á herbergi. Nei, en við fáum líkil að herbygginu á Hókraun. Já, við getum Davíð að kíkja hvort að Davíð dauður. Það er bara er púls. Inn í herbyggi. Hann þannig að tjekka á hann. Það er að byrja klukkan 11 þá. Þetta verður Ekki dæma mig. Ég er stressaður að sjá hvernig Davíð er eftir 12 tíma ásatið á kvöldinu sko. Er það bannað að dæma henni? Það er ekki að dæma, ég er bara að segja You can't control your alcohol, man. Ég ætla að leggja mig að ekki starfa eftir maður. Já, þú vaknar ekki áttir. Nennur please að fara í móttökuna og biðja hjólastól og fara upp í herbyggi og ná í hann dauðan og síðan og rúla hann bara að mataborðið. Þetta er nýju starfsmaður. Hann er svo duglegur það er svona að slefa til svona. Ef það er ekki til hjólastóll þá fór ég bara hjólbörur eða eitthvað, þetta rúla mér á þeim. Herri, ég nákvæmlega dömpunum á sviðinu og síðan ertu bara þar allt kvöldið. Ég hendi Davíð undir rútinu daginn upp í vinnu að vera að biðja mig að vera með í ásatíða vídeói og ég er svona nú er ekki nennaði sko, bara nóg að gera og ég er svona tala við Davíð, nýja gæðan á lagatum hann er pottið til eða þauðlega það ég bara já fóruði niður og Davíð bara já síðan er ánægð að sleppa þetta atrið sérstaklega því ég veit núna hvað Davíð var að leika ég er mjög glaður að hafa satt neitt þetta er að ég er ekki að fara í forsetaframboð ef þetta gauður sko. Það er að grafa þetta upp. Þetta er alveg ásatíða vídeó. Þetta, veist, þú verður að senda okkur strákunum. Já, þið fá að sjá þetta. Varstu nakin? Ég var reyndar ekki nakin. Þú varst ekki nakin. Það var verra en það. Það var eiginlega verra, já.
Svo í ljósi ástands í heiminum Þú varst í jólasveinabúning með barn í fanginu Nei Er það í gangi í heiminum í dag? Hvað? Moving on Ég var á Epstein Island Nei, joke, ég var ekki þar eins og við vitum, þá var Daði bara minnst á Daða í Epstein-skjólunum, ekki okkur Daði tjekkaði á þessu Hættið þið gott partýstrákar? þegar hann sendi á okkur hérna ég fór í Epstein-skjólunum það var þú sem tjekkaði ég var alveg og bara Daði sem er minnst á tvísvar ok, ég er samt ég búin að yfirheyra Davíð með þetta hann leitaði eftir Þröstur, Birkir, Daði og Davíð ok, svo prófa hann Daddy, þá kom eitthvað hvað heldur að koma upp á þessu David hvað heldur að koma margir upp það skiptir ekki máli dirty bastard þess vegna man hann ekki eftir neinu eftir þessi partí hann er búin að vera að drögga svo mikið og raped það verður alltaf eigin Davíð er eigin sko það er allir á eigina ég man að drafa hitt Bill Cosby nokkur sunnum en ég man aldrei eftir að hann fór aftur ég vaknaði bara daginn eftir að það var hann farin hann alltaf að gefa mér í glas gjafmildur kall sko hann var alltaf að strúka mér I like them redhead would you like a drink ok, hvað segir, hvað er það að tala um í dag Jesus Christ maður það er tröstu hvað ætlar þú að gera um helgina Hvað er að gera um helgina? Já. Vinnur minn er að koma frá Svíþjóð það er alltaf eitthvað fólk að koma frá Svíþjóði þú bara aðra vini Ég á aðra vinni sál það er ekki sammeilegi svíun okkar Nei, það er ekki saman nei, enda ég var ekki bara að segja mér að vera að koma að vera í brálaður Já Nei, ég þekki fleiri en einn sem búi í Svíþjóð Æ verður að fara að gista hjá þér Nei, bara kíkja heimsókn, kíkja mat já og svo alltaf ég bara almennt að chilla Sér því að Þröstur að fara að helli sér fullt af bjóri kvöld Nei, ég gerði það í gær Tvö kvöldir eða getur það djöðlir að klikka En ok, Birkir er að fiska hérna En þú Birkir, hvað ætlaðu þú að gera um helgina? bara læra Ok, flott, let's move on bara læra enga þjálfun Hann var að læra gaslýsa ég er bara að leifa þér að koma þessu að ég vissi hvað var það að meina nei, ég ætla ekki að minnast Ef einhver misti af þessu þá er Birkir að læra einhver þjálfur boom hann er svo maður sagðir Hann er að nota þetta plattform hérna sem podcastið er til þess að auglýsa sjálf sig Hann verður með heimasíðu, hún er örugglega pumpmeup.is eða eitthvað nei, það myndi vera benice.is Gangið vel að fá kúna maður ekki góður undirtæktir, sorry Það verður svona þjálfari ég get ekki meira Það er allt í lægist, hættu sér bara Be nice nei, þú ætti að vera benice ertu búin að tjekka hvort það sé til eða hvort það sé laus ekki, don't cross my dreams Kannski er eitthvað Ben með ísframleiðslu með þetta Ben Ice nei, .is ég ætla að vera með ægið sko. Be nice, Ben Ice be nice.is það er til, held ég það er laust Ok, ég ætla að kaupa það núna Byrja selja Birkir ég ætla að hafa skamstun ekki rétt á þetta því að það er my brand að vera lesblindur Þannig að vera B-I-N-I-C By nice By nice anyway Ok, höldum bara herri, sáuð í fréttunum með apan sem að láður einhaldi Punch. Mér langar svo að eiga hann hann heitir Punch já, Mér langar svo að eiga hann Heitir hann Punch? hann heitir Punch Og var lagður einhelti He gets Já. punched herri, hann er með svona dúkku IKEA bangsa já. og þessi IKEA-bán sem búin að seldur upp alls það núna Já. og það er allir vorkina apanum og kaupa apa why? já, ég veit það ekki Be nice, Birkir Be nice hver fucking bauð þér þú? já, reyndar Hlustu þetta tölunar eru niðri Kem ertu alltaf að skoða sem þættina sem þú ert í Hvað? þekksinn eru svona lágir þegar þú ert í þeim Þetta var algjöru mótsögnu allt sem ég er búin að vera að grínast með þetta Aha. Be nice maður shit, fuck, anyway Gestur hérna sko myndið þið ætliða svona apa? Já ef ég væri Michael Jackson þá já, pottet Punch er ekkert alveg mikið krút Hann vil bara tilheyra
og þeir leifa það ekki, þeir eru fíbl. Það er reyndar, hann er komin inn í klúbbin. Nei, ég var að horfa á vídeo gera að vera tuskar í klessu og 2 apum Ég var að heyra fréttir bara í og gær svo steg inn hérna dýragarsverður og steg inn í þetta. Ertu ekki bara að horfa á gamalt vídeo? Nei, Það hlýtur að vera, ég heyrði á fréttum í gær að hérna, hann var komin inn í klúbbina sko. Heyrðu kannski líka í fréttum að Ísland er ekki á leiðin í ESB. Trúir þetta í fréttum með það? Erum við á leiðin í Ísland er ISB? ekki leiðin í ISB. Ísland er ekki leiðin í Við förum í ESB. Nei, íslenska þjóðin á eftir að Já, það skiptir enga máli. Þetta er þjóðaratkvæðagreiðsla. Innleiðingin er byrjuð. Í fyrsta skipti ætla ég að hafa smá trú á þjóðinni sko. Nei, heyrðu ekki fréttum í gær hvernig það var að tala um þetta? Hvort að ég að halda, við erum að fara að kjósa hvort að ég að halda áfram viðræðunum eða stoppa. Það eru byrjaðar og þær eru komnar Sigmundur Davíð var að tala um þetta í gær að það er svo mikið leynum að búið að vera baka tjöldin úti í Sviss eða Genf eða what the fuck it is Brussel. whatever það er svo mikið leynum ekki í gangi að fjölmiðlar Íslandi voru síðastir að frétta því að þetta var þjóðakostningina en það vissu allir erlendis spooky Sko, það verður haldin þjóðaratkvæðagreiðsla og ég ætla bara henni verður breytt eftir henduleika Ég ætla bara, þú veist, þá fucking fluttur til Þýskalands eða eitthvað sko. Nei, það er líka ESB Bretland, Noreg Switzerland Afganistan good luck ok, leiðileg umræða okay. Hvert myndir þú flytja? Ég veit það ekki Hann myndi ekki Nei, þú veist, það væri allt í lagi að flytja til annara ESB-þjóða en ef þeir koma með þetta hingað þá þurfum við að fara að fylgja evróskum lögum sem þýðir það að það verður hvergi hærri en 60 km hámarksræði alls stára göttunum til dæmis þegar göttunur okkar mega það ekki Ain't nobody got time for that Nei, það verður max Reykjanesbrautin sem mætti vera 90 gata Hún er ekki 90 Jú og milli hafna frá Keflavíkur Jú, já, út á landi Já, út á landi Nei, og ég meina, og íslenska hrossið það mætti flytja hérna inn og fram og tilbaka alls og all dýr, þannig að íslenska hrossið myndi deyja út Ok og bara hundar og svo leiðis og kemur fullt af dýrasjúkdómum alls konar sjúkdómar sem myndu koma í dýrin þú getur keypt sverð út í næstu búð í öllum ESB-löndum en ekki hér, það var í leifilegt þá endilega fáum það fyrir Sauðugæðina í Grafarástöðum Þetta er allt spurningum Breiðholtinu Þetta er allt spurningum hvað gullhúðun verður gerð og samningaviðræður hvað verður tekið Við þurfum bara að koma að þessari ríkisstjórn sem ég held er allt í lagi, þetta er allt konur frá að því þær eru klikkar Þú bara sagði mér í alvöru quiet part of thought allt sem það sögðu, það verður allt svo frábært en hjá okkur, við erum að berja nefnir verðbólgun og breyta þessu og þessu Engar skatthækkanir. Það er allt í fokki Allt í miklu logandi verið það fokki. Ég held að það voru komna til að bjarga heiminum þær lögðu allt í rúst Þetta er sko bara dæmi ekstra svona leftists eins og þær það er bara svona, já, herru við gerum allt eins og bara hérna Memdani Mamdani í geðsjúklinginn. hann bara, herru, fríarútur þær eru búin að hækka hérna, strætóinn búin að hækka hjá honum og náttúrulega bara allt frýtt hérna Hvað var aftur með hérna móka snjóin? Já, herru, það var náttúrulega í senastu viku það var náttúrulega stormur Alltaf kafi snjó hann ætlaði að passa upp á alla en það voru 19 sem dóu úti í frostinu í New York já. Og einhverju 7 sem dóu inni út af því að voru ekki með hita en hann var með lausnina herru, þið getið farið að móka sjálf Íbúar New York New York en þið fáið borga fyrir það herru, þetta er cirka 4 skall klukkutíman herru, Það er fínt já, en þú þarft að koma með 2 skilringi kennutöluna þína og allt saman Það er enginn að geta herru, og það er enginn að fylgjast með þér svo maður getur farið bara fengið skoplu og farið síðan að vinna annars staðar og verið með bara tikkandi á tíma Það er bara heimtíðin í PlayStation í 4 tíma En vitið ekkur þjóðfélagi á Íslandi er í rúst út af þessum konum þessum 3 hana sem ráðöllu það er svo upptekna við að be nice Já Þetta er hrikalegt Nei Það er Don't be nice að vera næs við ranga aðila sko. Til þess að líta vel út á netinu Það er ekki næs við samfélagi hér Ég er brjálega það er búið að leggja allt í rúst hérna. Það er búin að fokka öllu Við viljum bara fá sem að ég bara Já, ég til það
Hann allavega segir reynd út hvað hann allar að gera og hann gerir það er bara svona fegrit og svo gera það akkurat öfugt sko. Ég veit það, ég meina, maður heyrir oft svona what radicalized you, það bara það sem í gangi á Íslandi í dag og maður að sjá, það eru fólk úr sjálfstæðisflokknum að fara yfir til miðflokksins bara hrönn að fara Þröstur og Jeling, hvað ekki ég ég fagna þessu svo mikið ég búin að vera að kjósa miðflokkin núna í nokkrum síðustu kostningum bara loksins einhver Lóksins fólk að segja ljósið loksins fara að vakna hérna sko Já, maður sér það bara í kommentarkerfum og annað sko, bara, þú veist, fólk Þetta eru ekki skattahækkanir Jú, þið félið bara undir öðru nöfnum Þeir hækka skattana Nei, jú Það er bara svo gaman að sjá þessi þöggli meiri hluti sem er búin að vera núna svolítið undir hælnum á vinstri fólkinu er að láta heyri í sér núna sko. Já, þú veist að það er bara spark öll þessu politically correct væli í burtu Í alvöru, þú veist Töðmenn I'm all for this Fyrir mig eitthvað skemmt Það er heitt inni Loksins þegar Daði byrjaði sko skipta yfir alltaf Ég er að rífa plustindatölur fyrir ykkur, koma hún Já, ok, og tala um eitthvað skemmtilegt Bandaríkjamenn sprengdu barnaskóla í Íran Nei, tölum við eitthvað skemmtilegt Nei, cancelled Það sprakku upp, en þetta var ekki viljandi Hvað sprakk? Það er sem sagt flögin Eldflögin hún dettur niður á skólan okay. Það er misunderstanding þannig sko okay. Við varum að fljúa en hún datt niður Já, það er til vídeo af þessu það sem hún er, veist, of course og bara var hérna Pete Hegseth á joystickinu hérna með Jack Daniels flöskuna í hinni hendinni En hvernig vita að þetta var of course? Það er bara vídeo af þessu ég held að hún hafi verið skotin Það voru 3 amerískar flugvélar sem hröpuðu út af vinvettri skotarás það var skoti og það fór eitthvað þarna það var ekki viljandi Nei, en það átti ég nú ekki vona að það var viljandi þetta er samt slæm byrjun á stríðinu fyrir Bandaríkjamenn og Ísrael sko. Já, en það er alveg klúður með svo ógeðsla fyndið þegar fólk sem er ekki búin að láta heyri sér þegar hérna í Íran 30.000 eru búin að vera drepnir í mótmælum á móti sem sagt yfirvöldunum 30.000 og síðan bara, að komi stríð allir alveg bara, það eru 500 búin að deyja þarna í stríðinu, maður ekki bara já ok, hvar varst þú þegar 30.000 manns það er bara svo mikið af fólki sem á ekki að vera með net til að lukka næs á, það er bara svo mikið af fólki sem á bara ekki að hafa skoðun svo mikið af fólki sem er fíbl sko, þetta er allt fólk með grindafisumtölu á stofu hitta sem hefur bara ekki mental capacity að einbeita sér að fleiri en einu það sér Palestínu og Úkraínu og svo bara, nei, ég hef ekki mental capacity til að hugsa fleiri stríð heldur en þessi tvö þannig að, þú veist, ég get bara ekki einbeitt mér fleiri þú veist, þetta er bara, bara fucking halvvitur Hvað er jákvæða lög síðan þess að fyndi hvað, þetta komið upp í hvað 13 lönd eða eitthvað Já, Íran er bara spray and pray út allt núna sko, þetta er eins og að fara á bar og fara í slag og síðan veist kýlið þú mig og ég ætla bara að lemja alla slægi Svo ræst þú á barþjóninn og byrja að bitslappa alla í kring það heldur að gerist nákvæmlega þetta er bara ymmið þannig bara Já, ég nákvæmlega við erum bara, hvað er eitthvað gerast? En erum við að fara í World War 3, ja? Nei, það fara ekki alveg þangað Ég veit það ekki En bara út af þessi stríði þá mun hérna mjólkin á Íslandi hækka úr íslenskum kúm Já, ég veit það sem er ekki flutt með neitt Klósipapirinn mun hækka Já, það er klósipapirinn, mjólkið og skýrið Þetta er eins og þegar hérna Rússland fór með hérna í Úkraínu þá bara öll íslensk vara sem er gerð hérna hækkaði maður var bara mér finnst það samt best að hérna að sko Úkraína skaffar hveiti fyrir bara svona kottn og annað hún er kölluð the bread basket of the world það er Úkraína, svo gerist þetta stríð og hvað gerist á Íslandi?
eina staðurinn sem framleiði hveiti fyrir Íslendinga er lokaða því að það skorti fjármagn og húsnæði Já, ok, nú þurfum við að flytja þetta allt inn Já, sem var hvaðan? Við erum í Sundagörðum með það Þetta akkurat lokaði Íslenska ríki gæti bara ekki stíð inni bara, veist, það er ekki, notuðu hveiti? Nei, Við erum svo fucking heimsk alveg eins og núna, öll önnur lönd eru með hvað 3-4 mánuða bensínbyrðir Við erum ekki með neitt Við erum með valla mánuð Já, í bensínbyrðir Jó, við erum með meira en mánuð Nei, Upp í Skerjafirðin Nei, hérna 30 daga. Örfirisey. þetta eru max 30 dagar max 30 dagar En vissuðu það, við eigum þetta ekki Já, Hver við á hefum þetta? þetta ekki Olíufélögin út í heimi eiga byrðirna sem eru hérna á Íslandi Nú, bara Exxon Valdís og eitthvað já, ok Hver er Valdís? Ísbúðin Já, ísbúðin Á hún? Hún á þetta bensín Tjöfull er hún að raka inn Nei, þetta er mér finnst svo fyndi líka einmitt, þegar hérna kemur svona stríð það er bara, já, herri, bensin er búin að hækka maður er alveg, ok, síðan lækkar alls þar í heiminum ekki þá hérna er hérna alveg, nei, við getum ekki veist, lækkað alveg strax við Já. vorum að kaupa svo mikið inn Við erum með eldri byrðir af eldri byrðir, bara Dýra bensíni. motherfuck Nei, þetta er svo mikið bullshit út af því að, sko, tökum sem dæmi hérna olíutankarnir sem eru í eigu hérna, innihaldið er í eigu Valdísar Valdísar þá hérna daginn sem við komum með tankbílinn okkar upp að þessu kvikindi Já. og töpum að, þetta getur verið 5 ára byrði þetta er síðan fyrir 5 árum síðan þegar leið og við töpum af Já. þá er ráðandi heimsmarkasverð þann daginn sem við sem tikkar inn á dæluna bara að fá rafmagnsbíl maður, það er miklu betra Nei, svo er rafmagnir líka að fara að hækka það er samt svo skítódýrt núna samt sem. Já, en ef við förum inn í ESB Það fer allt enda vil ég ekki fara í ESB Nei, ég vona bara að hlustundur séu okkar samanlega þetta er bara fucking vitlisa Þið allir 4, ekki ESB Já, akkurat Djöfull erum við pólitíski núna strákar ég er allan mjög fegin að Birkir beint okkur í herri, Jesus. síðan er einmitt hérna strákurinn minn nýkomum með bílpróf og ég er mjög fegin að ég sé á rafmagnsbíl út af því að þetta hefði kostað mér Hann er á rútinum allan daginn já. bara, wow, vorum við þetta að skoða Þetta er ekki eins og þegar við fengum bílpróf þar að kostaði 2500 kall að fylla tankin Þá vorum við líka með 500 kall á tíman í laun sko. Satt Samt, Þannig að, það var samt næst Já, já. Þetta helgarnar voru mjög doable já, akkurat Það var nákvæmlega, en náttúrulega veist, strákurinn minn var að keyra til 4 í nótt þeir eru bara á rúndinum Já maður, við Við gerðum það líka, veistu líka hvað, það er bara healthy Ég er bara ánægð með strákiðin sko. Þetta er bara Já, ok, Quality- svo lengi sem quality hann er time. að keyra út af því ég var ekki að keyra á Nei, þessu þú- tíma Þú hefði hefði aldrei gert I was drunk out of my Þú mind veist að gera eitthvað annað í eftirsetri Sko, þú hefði getað hægt að þetta ekki viku á þessum tíma það er samt mælst þér, þannig að þú gafst aldrei tekið prófið Nei, reyndar En munið eftir, veist, á þessum tíma að vera að rúnda Það var svo gaman Herru, gaman. munið eitt Þegar Davíð var að rúnda Þú varst í aftursætinu með Gunnandara okay. og við vorum á Laugaveginum og ég eitthvað svona Já. Hei Davíð, hérna, ég ætla að fíblast aðeins við vorum að keyra mjög hægt á Laugaveginum Það veit hvað ég tala um og hérna, ég klætti mig úr og ofan Já, og var að þykjast að vera að sjúan hann Davíð og Davíð var alveg, já, eitthvað svona strákanir aftur í að deyju hlátur og hérna Fólk að lappa frem og bara what the fuck og ég var svona með hendurna síðan sko síðan hérna lít ég upp veist, í hérna rúðuna þína það er akkurat löggan og ég Það var svona hliðagata, lögga var að koma niður í hliðagatuna og hún stopp og bara ljósin inn í bílun og Birkir bara í hái ljósin og þeir bara klófin á mér berað og nákvæmlega herðu, og löggan alveg og ég alveg fuck fyrir að leita peysinu minni fer í hana og náttúrulega fer í hana öfugt með miðan löggan alveg aukaskiptinu Það var svo ég fyndið var sko svo eldri og strákandi fyrir aftan þið gáttu ekki að hætta að hlæja Ég bara sekund frá að míga í mig held ég sko Og svo mörg ævitri samt á Laugaveginum Voru þið Já. ekki með mér þegar við tókum viðtal við Lalla Jones? Ég á með þér Varst þú með mér? Já, ég á þetta ennþá vídeokameru Er það? Ég fann þetta daginn Oh my god, hvað hefur til ég að sjá þetta? Við stoppuðum sem sagt eitthvað stóra Laugaveginum og hérna hóðum Mían og tókum viðtal við hann Já, í alveg Við Lalla Jones, the legend bara
og ég man ekkert hvað við töluðum en hann var alveg til að spjalla við Ég okkur man hvernig að kvatta okkur að því horfði á þetta daginn Hvað? Svo var hann farinn við eitthvað, það var algjörð legend sko. Svo eins og var ég með öðrum vinnum mínum vorum að keyra niður, við hittum einhverjar stelpur á Yrkinu, þetta var alveg á þeim tíma og þær voru með okkur í aftursætinu og vorum að keyra niður Laugaveginn og vorum á opin gluggan og það var einhver pönkari sem var að labba niður Laugaveginn líka við leðurjakkanum með gaddana og eitthvað með ring í nefinu og vinur minn segir bara eitthvað það er fucking kú þessi gaur með lokk í nefinu og eitthvað og hann heyrir og byrja að elda okkur ég er náttúrulega fastur á Laugaveginum maður getur ekkert brunað í burtu og stelpunar fríkuðu út og það var bara kerðu ég kemst ekki neitt ákveð til í loksins komst eitthvað niður okkur hlýðaragötu og flúði og maður gæði hljópa eftir okkur mikið ævintrum á Laugaveginn besta sem ég man eftir ég og Birkir vorum að rúnda hann var í farþegarsætinu svo ég var alltaf nei, þú varst etru hana ég var alltaf að blastaði fyrir þetta og svo mikið sóði á þessum tíma Já, ég man eftir þessu við erum að kerna í Laugaveginn og við erum að vera komnir að ljósunum yfir Austurstræti stoppum á rauðu ljósi og Birkir var að klára KitKat eða eitthvað hendir ruslun út á gluggan ég bara Birkir, hvað? kemur einhver gæi treður þessu aftur inn um gluggan og ég bara gott sjá hann Ég fekk allt innu KitKat það var svona geggja þessi gæja maður Shit, það var reyndar ógæslega fyndi en reyndar eitt skipti við vorum á rúndinum, við vorum nýbúin að vinna og eitthvað svona og það var einhver að keyra fullur á Laugaveginum Ykkur Já, ég ætla ekki að segja hver það er allegedly Nefnir að horfa það sem var að því Okay. Allavega He's in this room Nei, þetta var einhver annar Allegedly En 20 ár síðan Allegedly það er búið að fyrnast Já, það er búið að fyrnast Allegedly Herru, við vorum að keyra ógeðslega hratt Herru, og löggan kemur og byrjar að elda okkur á Laugaveginum Já og það hefur verið æsi hundur Svo tveir sniglar þá finna við það var enginn á Laugaveginn og sá sem var að keyra hann næra að fara til hlíðar, slökkva bílnum og lögga fyrir í hináttina við vorum bara yes fórum sína að jammi það var geðveikt allegedly hvað er þessi þáttur? þetta er bara spjall Okay. við erum bara að hittast og spjalla þetta er bara vinir að spjalla I get it sáu þið, Jim Carrey er ekki alvöru heyrðu elsku kallinn oh my god, hvað er í gangi með það? Ég er búin að heyra svo mikið af conspiracy þetta er ekkert conspiracy shit þetta var hann var með fjölskyldunni sinni hann fór í viðtal, þetta er svo innilega röddin hans en hann fór bara eitthvað botox shit og hann átti að sjá þetta í kall angin ég veit nákvæmlega hvað hann fór í augnloka, veist, hann var með svona droopy eyes droopy sorglega að sjá hann svona og náttúrulega leiðu tekur það þá eru augun aðeins stærri og hann var líka svona puffy kinnbein hann er náttúrulega búin að fucking láta veist, fyllingu út af því að hann var náttúrulega orðin svona já, hann var samt eitthvað svo off herri, nákvæmlega, hann var mjög off en hann er náttúrulega alltaf að trolla alltaf og veist, hann fór einhvern tímann á Kimmel og var með þríhyrningin og veist, að vera íta undir Illuminati sko, hann var off að því, sko, ok, að vera heiðran hann eiginlega verður að mæta annars lukkur hann eins og algjör dús hann þolir ekki svona shit nei, hann var líka búin að segja það löngu síðan bara fuck Hollywood og hann bara, og hann sagði eins og hann mætti ekkert velunháttið bara I wanted to find the most meaningless thing I could do tonight and this is it þú veist, þetta er bara svona, hann er bara svo móti einhverju verðlauna shit en hann er verið að heiðran og fjölskyldan er að tala hann til að fara skilur en það sem sko var að kveikja undir þessu orðrúmi að þetta var ekki hann hann var að gera eiginandur ánunduna með hægri hendinni og augun voru ekki alveg svona dökkbrúnir eins og samt sérist, þetta er bara fólk sem eru ómikið fokkin frítíma Davíð, þú ert með ómikið frítíma hætt að pæli þessu bara gera hobby nei, já, ég veit ekki, mér fannst þetta alveg, þú veist já, ég sá eitthvað starf að þetta var einhver klæðskiptingur sem að hann var bara að grípa á momentið og koma sér á blaði sko og nennu við næst að gera þetta gera svona AI mynd, þetta var ég veist, bara svona ítundir að það varum við bara búblur og bjóra að fýblast já, einmitt be nice
Þú ert svo leiðilega Be nice staði Rífum tölurnar Rífum tölurnar Viltu ekki bara koma hérna og kvarta yfir öllu það sem við erum búin að segja rangt um þig seinustu Það er svo margt sko Nei, allt sem við segjum hérna er 100% En real. veistu hvað er það besta? Veistu hvað er það besta? Þeir eru búin að segja fullt að rátt um þessi undanfann þætti En veitu hvað er það besta? Hvað? Man ekki hvað það var, þetta er svo mikið inn og eitt og út um eitt sko. Ég man ekki hvað það var Heppilegt, þú ert ekki minn eina sönnun Daði er okkar mesti ekki með fact-checkari hérna Sönnunin er bara Spotify, þú vilt ekki fara að tjekka þessu eftir sko. Hvað er Spotify? Þetta en svo finnir það alltaf sendir ég er ekki maður ekki hvað skrifaður eitthvað Ég man það ekki heldur þetta var ekki ég Þið er alltaf að ljúga ykkur upp á Já, við erum alltaf að ljúga ykkur nei, þetta er alltaf 100% Já, þú tókst það mér að segja til þín þegar við sögum T og þú helst að við höfum sagt D Þú er að tala skýrar Ég sagði T Þú segir Jesus Þú er ekki verið með tennarnar upp þegar þú gerir þetta Old fart Nei, Birgir bað með að taka þær út í smástund Þegar við vorum á rúntinum í gær Já, þú vorum á rúntinum á leiguveginum Oh my god Sko, ef við hefðum haft vídeo hérna á öllu sem við höfum gert Oh my god Jesús tíma. minn almáttugur ef við höfum haft TikTok Instagram og allt þetta I would be fucked Ég er með svo góða, ég er með svo gott segwayin í þátt sem að við höfum eftir að taka upp núna Ég ætla ekki að taka Geymið það Nei, það komið að farið núna komið að farið Ef þetta væri þátturinn þá hefði ég getað gert miklu betri tengingu en þú hefur gert Ok, við skulum æfa þetta fyrir næsta þátt og þá getur við laumaði sinn Er það ekki? Hverju? Þér Vá Það er ble Hvað var ég að segja? Innum eitt út um hitt maður Shit Herru, höfum hennar stuttan þátt Já, flott Daniel, flott Takk fyrir mig Þetta er bara smábull svona Herru, takk fyrir komuna Fylgist með næst Egið frábæra dag Á ég að fara núna? Já, drullaði fokkin út Wow. Og ef þið eru vonsvíkin fyrir yfir að þetta sé stöttu þáttur þá eru komnir alveg yfir 100 þættir út þannig að þið geti bara farið aftur og byrja á byrjun Já Ég man ekkert hvað við vorum að tala um Stuttu þáttur, stuttu dráttur, það man engin neitt sko. Hún mun eftir því Stuttu dráttur Nei. Jú, þær gleyma því aldrei Það sko. er nú vakandi Ef hún er vakandi Vængið er blakandi Ég sagði vængið er Þið er að ljúga upp á mig Æ, kom á